Ég gilvi það 6-1 tap niðurstaðan. Hver bara svona þín sín á leiknum? Mér fannst við byrja leikinn mjög vel, mikil orka og kraftur í okkur og fannst við, þú veist, mér fannst ekkert galið að við höfum komist yfir í þessum leik með hvernig leikurinn spilaðist, en eftir það þá náðu þær svolítið stjórn á leiknum og náðu að þrýsta okkur niður. Mér fannst það samt ekki vera að skapa sér einhver færi þó þar hafi verið að dútla þetta með boltan eitthvað á miðunni og nálægt okkar vítateig. Svo klúrum við á tveimur lykil augnablikum í leiknum í lok fyrri hálfleiks og þær skora refsa fyrir bæði skiptin, komast í 2-1 og þannig var það og ég var bara heilt yfir ánægður með fyrri hálfleikinn miðað við þá stöðu sem við erum í akkurat núna. Seinni hálfleik gátum við bara ekki keppt við þar. Við vorum ekki samkeppnishæfari í seinni hálfleik og þær bara rúlluðu yfir okkur. Og já, ég held svona að hinn almenni fótbolta áhugamaður sjái það alveg að það er ekkert óeðlilegt að lið eins og FH sem spilar á mikill ákefð og er með gríðarlega breidd í sínu liði og gæði náttúrulega. Þetta er bara, já, eitt besta ef ekki besta lið landsins og við með í því standi, í því ástandi sem við erum með akkurat núna, þá kemur þetta mér ekki mikið á óvart. Svo segir þið byrjið svona bara virkilega sterkt og svona mikil jafnara með liðunum svona í svona fyrstu sinn. Hvað finnst þið svona breytast síðan sem gefur FH þessi yfirhönd? Þú veist, mér finnst bara að eða þú veist, það er bara augljóst. Það eru margir leikmenn sem voru fjarverandi í dag og það eru margar ástæður fyrir því að margir leikmenn voru fjarverandi í dag og við vorum með, held ég, helminginn af byrjunarliðinu okkar í dag var búinn að spila held ég 20 mínútur í deildinni fyrir okkur á tímabilinu og það var einn leikmaður sem átti allar þær mínútur. Þannig við erum með 4 útileikspilara í byrjunarliðinu sem hafa spilað 0 mínútur í deild með okkur. Þannig að tengingar á milli leikmanna eru augljóslega minni og svo er það bara leikformið. Leikformið er minna og það þurfti ekki gameflow sérfræðing til þess að gera sig grein fyrir því að við gætum ekki hlaupið þennan leik með FH í 90 mínútur. Þannig að við breyttum varnarleiknum okkar töluvert í þessum leik bara til þess að komast í gegnum leikinn og ég er bara óbúslega stoltur af liðinu hvernig við spilum fyrri hálfleikinn og eins og segið, þú veist, það var bara alveg viðbúið að við gætum ekki keppt við þar í seinni og því fór sem fór, þannig að ég held að þetta hafi nú bara átt eðlilegar skýringar og við verðum með þéttari hóp í næsta leik og getum þá dreift mínútum aðeins betur og svoleiðis þannig og leikmenn sem voru að fá tækifæri núna stóðu sig vel í kannski 45 mínútur sem að þeir höfðu orkuna, þeir munu kannski hafa orku í 60-75 mínútur á mánudaginn, þannig að þetta er svona ég furðu rólegur yfir þessu 6-1 tapi í dag. Svona hversu miklu breytti það svona hálfleiksræðin að fara 2-1 undir frekar heldur en að halda út í allan að jafntefli? Breytti held ég ræðun ekkert mikið sko, við já, breytti eiginlega ekki neitt, mann leið bara verð. Svona þið voru alltaf með nýja leikmann strax í byrjunarliðinu í dag, svona er von á frekari breytingum á hópnum? Já, það er já, við erum búin að missa gríðarlega mikið út og það var mjög lítil breytt í dag sem við höfðum og bara erum í ákveðnu millibils ástandi akkurat núna en við erum búin að vita af þessu ástandi, við erum búin að vita að þetta ástand er á leiðinni í mánuð eða eitthvað svoleiðis, þannig að við erum búin að vera að undirbúa okkur til þess að geta tekist á við það. Við gátum það ekki í dag, akkurat í dag, félagsgetuglugginn er opnað akkurat í dag og svona ákveðin óvænt forföll í liðinu í dag líka ofan á þessi sem við vissum af. En við erum strax að fá inn leikmenn bara, það eru leikmenn að fá leikmenn bara á morgun hjá okkur strax, þannig að já, það horfir til betri vegar og við erum bara búin að vinna vel í þessu og það er engin ástæða til þess að vera eitthvað að stressast eða panika yfir stöðunni. Þetta er ekki langtíma áskorun sem við erum að glíma við. Þannig að það eru fréttir væntanlegar úr herbúðum Grindavík upp á nýja leikmann að koma inn. Já, það er alveg verður tölverð leikmannavelta hjá okkur í þessum glugga. Við verðum ekki liðið sem er með mesta breytingar í glugganum, myndi ég halda. En
en eins og ég segi, það var bara undirbúið og hérna við erum bara að mínum mati erum búin að vinna vel í að undirbúa það þegar það gerist og hérna lítur bara vel út sko, það er allir ferskir hérna þó við höfum tapað illa í dag á móti einu besta liði landsins að hérna það þýðir ekki að við þurfum að leggjast niður og fara að gráta, við bara höldum áfram. Gangi vel.